Hér í Villa Nova á Sauðárkróki, sem eitt elsta hús bæjarins, byggt 1903, Minjastofnun Íslands með útibú. Það fer margt skemmtilegt og spennandi fram í þessu húsi og ég ætla að kynna mér það aðeins nánar. Minjastofnun hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Hún hefur yfirumsjón með verndun fornleifa og byggingararfs á Íslandi og starfar í nánu samstarfi við fornminjanefnd og húsafriðunarnefnd. Samkvæmt lögum menningarminjar skylda að láta vita ef maður finnur forngripi á víðavangi. Maður á helst ekki að taka gripinn með sér því hann getur verið hluti af stærri fornleifafundi og fornleifafræðingar fá meiri upplýsingar ef þeir sjá í hvaða samhengi gripurinn í jörðinni. Stofnunin með skrifstofu í Reykjavík en að auki með 6 svæðisskrifstofur í Stykkishólmi, Bolungarvík, á Sauðárkróki, Akureyri, Djúpavogi og á Selfossi. Hlutverk okkar í rauninni að vinna, kannski getur maður sagt, þvert á allar aðrar deildir. Menn bera ábyrgð svona almennt, ábyrgð á minjamálum í héraðinu. Hvort sem við erum að tala um hús eða fornleifar, sem eru þetta stóru hlutirnir sko. En svo eru þetta, getur að verið fleira, það geta verið gripir og annað sem að kemur til okkar kasta samskipti við fornleifafræðing út af rannsóknum og slíku. Ekki hér til dæmis í Skagafirði allt morandi af gömlum hlutum sem þarf að taka tillit til? Það eiginlega bara alveg endalaust af gömlum hlutum. Það náttúrulega þannig að fyrri kynslóðar hafa aldeilis skilið eftir sig eitt og annað, alveg frá landnámi og í raun má segja á hverjum einasta bæ eru miklar minjar. Þar sem við sjáum þetta þegar við keyrum sveitir, hvernig bæjarhólar hafa hlaðist upp og það hægt að skoða þessa bæjarhóla en svo bara fletta þeim eins og síðum á bók nánast og það til að maður endar á landnámsskálanum neðst. Víða það þannig og menn hafa byggt bæina gjarnan í námund, svona á svipuðum slóðum og svipuðum stað í gegnum aldirnar. Þannig að þeir hlaðast bara upp með þessum hætti. Þannig að það svona bæjarhóll, bara bæjar, geymir náttúrulega í sér alveg feikilegt magn upplýsinga. Bara líf og kjör þeirra sem að bjuggu í þessum bæ. Og það sem að getur gerst þetta það að í nútímanum, hóll sem hefur verið að hlaðast upp í 1000 ár, þú þarft ekki nema dagpart til þess að moka honum í burtu á stórvirkri vél. Og þá í raun bara saga jarðarinnar farin. Þetta auðvitað svolítið lögguð starf. Við erum auðvitað eru hagsmunir í gangi og stundum stangast hagsmunir minjavörslunar á við hagsmunir einhver annara og þá þarf auðvitað bara að finna lausnir og lenda málunum og það auðvitað til dæmis ég tek bara sem dæmi ef að vegagerðin ætlar að leggja veg einhvers staðar og þá það kynnt fyrir okkur og svo kannski lagðar út einhverja veglínur og menn velja besta kostinn. Svo kemur kannski í ljósa veglínan þarf að liggja yfir einhverja minjar og þá segir vegagerðin, já þetta besta veglínan með tilliti til bara umferðaröryggis og þar eru þetta miklir hagsmunir í húfi. Þannig að þá þurfum við sem talsmenn minjana einhvern veginn að segja, já hvað þarf þá að koma í staðinn, einhverja kröfur rannsóknir eitthvað svoleiðis og þá hægt að létta friðuninni af og minjarnar rannsakaðar og þá það bara geymt í sem rannsóknarniðurstöður. Margar merkilegar strandminjar að glatast víða landið og mikilvægt starf unnið á vegum Minjastofnunar til að kortleggja þessar minjar. Það nú ekki búið að fornleifaskrá nema í kringum 30% af landinu í heild og margar þessar skráningar eru komin alltaf ára sinna þannig að við erum ekki með svona í raun og veru þau gögn sem við þurfum á að halda til þess að leggja mat á hvorki minjafjölda, eðli þessara minja eða hversu hratt þetta landbrot á sér stað. En það það sem við erum að vinna í, að velja ákveðna kafla til skráningar sem við getum svo nýtt gögnin úr til þess að taka ákvarðanir í framhaldinu. Hvaða saga eða hluti sögunar okkar að hverfa í hafið? Það náttúrulega augljóslega minjartengdar sjávarútvegi fyrst og fremst sem eru hvergi annars staðar og þær eru náttúrulega bara út í sjó og þær eru náttúrulega í hættu. En þetta reyndar fjölbreyttur hópur minja sem að telst til strandminja. Þetta geta verið minjar af ýmsu tagi, landbúnaðarminjar og kuml, heiðin kuml og hvað eina í raun og veru sem bara út við sjóinn.
En það náttúrulega sjóminjarnar náttúrulega hvergi annars staðar, þannig að það nú kannski fyrst og fremst þær sem við leggjum áherslu á. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því að þetta sé að gerast hraðar núna heldur en áður? Já, það virðist vera. Við höfum, eins og ég segi, ekki fullkomin gögn yfir þessa þróun nema á einstaka stöðum, en svona miðað við þessa staði sem við þó höfum gögnum og svona af samtölum okkar við landeigendur og fólk víðs vegar um landið, þá virðist þetta vera að aukast og sums staðar þetta býsna hröð aukning að því virðist. En hvað er hægt að gera? Hvernig getum við verndað þetta? Við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að fá einhverja svona yfirsýn, að sjá hvar við ætlum hvaða staði við viljum velja úr til þess að vernda. Við getum ekki vernda þetta allt saman eða rannsaka þetta allt. Þannig að við þurfum að reyna að fá einhverja yfirsýn yfir því hvaða staðir eru mikilvægir fyrir okkar sögu og hvar við eigum að bera niður. Ertu búin að mynda skoðun á því? Hvar? Já, svona einhverju leyti maður náttúrulega, það eru svona ákveðnir þekktir staðir sem eru svona lykilstaðir sem við vitum af, eins og Gufuskálar á Snæfellsnesi og Siglunesi í Siglufirði og staðir á Reykjanesi og Vestfjörðum sem eru svona það sem hafa verið umfangsmikil útgerð og mikil sjósókn til forna sem höfum áhuga á að skoða nánar. Með skráningu friðaðra húsa víðs vegar um landið mun Minjastofnun hafa betra yfirlit yfir byggingararf okkar og heildarsýn á landsvísu. Einnig nýtist gagnagrunnur sem slíkur bæði einstaklingum og sveitarfélögum þegar kemur að ýmsum framkvæmdum, hvort heldur við endurgerð og viðhald gamalla húsa eða við hönnun á nýju skipulagi. Alltaf erum við að reyna að stuðla því að upprunalega gerðin fá að halda sér eða hún sé endurgerð, sko. Húsið sé frekar hreyft í átt að upprunalega gerð heldur en fjær henni, sko. Þannig að það eru gluggarnir og frágangur í kringum glugga sem svona aðalatriði í því. Lítur fólk á þetta sem kvaðir og að þetta sé mikill aukakostnaður og allt það, eða er það að leitast eftir því að geta gert þetta vel og fallega? Það er mismunandi, sko. Það er nú eitthvað til af svona húsverndarnördum eins og okkur, sko, sem að hafa keypt sér hús og vilja gera vel og það er þeirra aðalmarkmið. Svo eru aðrir sem að vita vel af þessu og finnst það pínu kvöð, en oftar en ekki ertu ekki að fá síðra verk sem er eitthvað mikið dýrara. Gluggarnir eru orðnir tvöfaldir, þynnri gluggar, sko, sem að geta komið í stað fyrir einfalt gler og þetta er þetta smá maus, en sko virði hússins sem að er gert upp almennilega, það eykst. Af hverju erum við að þessu? Til að vernda handverkið og í rauninni bara byggðasöguna, hvernig húsagerðir eru og hvaða hús voru í hvaða tímabili og það setja að rekja þetta og að handverkið tapist ekki. Við þurfum að styðja við bakið á handverksmönnum sem að sérhæfa sig í þessu gamla handverki, sko. En á þessi vernd við bæði innan hús og utan eða bara? Það er svolítið mismunandi eftir húsum. Já. Þannig að það er bara tekið. Í hverju tilfellu að segja það? En aðalega á þetta við útlit og hlutverk hússins, hvað gildið það hefur í götumynd og sögur bæjarins.